Já, sko þættinum barst fréttaskot í gær eftir að við vorum hér með viðtöl við hana Særúnu Lísu Birgisdóttur homma á Íslandi. Hún skrifað bók það, homma frá landnámi og fram yfir hernámið. Það fengum við fréttaskot það að Jörundur Hundadagakonungur hefði mögulega verið samkynhneigður og þetta fréttaskot kom alla leið frá Eþíópíu þar sem Brynjólfur Þorvarðarson Brynjólfur, það er velkomin að Rauðaborðinu þótt að þessi langa veg að fara. Af hverju heldurðu það að Jörundur hafi verið hommi? Það er nú það, sko. Ég hef nú alltaf haft mikið áhuga á sagnfræði þó ég sé menntaður tölvunarfræðingur og fyrir mörgum árum síðan þá tók ég hálft ár í sagnfræði í háskólanum og var þá tiltölulega nýbúinn að lesa þessa bók hér sem að bara alveg virkilega góð ævisaga Jörundar og með fullt af atriðum sem að Íslendingar þekkja mjög lítið en líka faktisk mjög góða samantekt á því sem að gerist á Íslandi. Og þessi áhugi mér var til þess að ég stakk upp á því við kennarana. Ég skrifaði ritgerð Jörund og fer svo að skoða hans ævi betur og rekst á svona ýmislegt sem að mér fannst vera skrítið. Og svo dettur mér í hug, þarna bara allt í einu, var hann ekki bara samkynhneigður? Skýrir það ekki mjög mikið af hans eigin hegðun og líka framkomu annarra við hann? Og stakk upp á því við kennarana, það var ekki alveg á þeirri línu sem háskólinn vildi starfa, skildist mér, þannig að það var ekkert úr því að það kemur með í ritgerðinni. Já. Þannig að svona rannsóknarvinna þín sem átt að fara í ritgerðina, hún kannski nýttist ekki, þannig að ritgerði var kannski ekkert góð á endanum eða hvað? Ritgerðin hefði verið betri ef ég hefði fyllt minni hugdettu, en þá voru aðrar ástæður fyrir því að þetta þótt ekki góðu faktir sko þegar upp á staðið. Ok, en segðu mér, af hverju heldurðu að hann hafi getað verið hommi? Hvað er það í hans fari eða í hans ævi sem að bendir til þess að svo geti verið? Það sem að ég vakti fyrst áhuga minn var hvað hann virðist vera tvær persónur í augum annarra. Það er annars vegar þessi persóna sem við kannski þekkjum betur, svona hálfgerður skrípakall, hlegið á honum og gert grín á honum og í rauninni notar af öðrum. Það sem að gerist á Íslandi er að það er verið að misnotan bresku kaupverðinni sem hann er með. Þeir bara nota hann sem hvað sem að glóra bokkur fyrir sín. Við skjótum hérna upp mynd af það sem er verið að svona hæðast að honum, búin til svona hálfgerð skrýpamynd á honum, skjótuð hérna upp, en ekki láta það trufla frásögnina. Nei, en hin hliðin er svo þessi ofboðslega hugrækki maður, þessi einstaklega duglegi sjómaður. Það voru allir sem að kynntust honum sammála það að það þekktust allar betri sjómenn. Einstakt hugrekki, flottur náungi, kannski spjátrungur í augum Íslandinga en ekkert öðruvís en tekstist á þeim tíma. Og hann vann hverja hetju dáðin á fætur annari. Hann hafði tengsl við háttsetta menn innan breska stjórnkerfisins og samt það er þessi hin hliðin á honum, þessi maður sem hefur átt að nota mikillar virðingar í alla staði, en er samt einhvers konar skotspor. Og það sem að hafa tvennt sem að vakti fyrst grunnsveitir hjá mér, það var annars vegar að hann er staddur í á meginlandinu nokkrum árum eftir hann var hérna á Íslandi, hann er kringum 1815, 16, 17, hugsanlega sem njósnari, en á þeim tíma þá er hann trúlofaður stelpu, manni hvort það var hollensk eða þýsk, en hann gleymir að mæta í brúðkaupið, sem hann svona kannski dálítið grunnsanlega. Og síðan þegar hann eyðir ævi árunum í Hobart í Tasmaníu, að þá giftist hann konu, helmingingur hann, sem var almennt talin vera karlmaður. Það var sem sagt, ég er ekkert að segja hún hafi verið það, en í hegðun og framkomu, þá var hún karlmaður. Og hún stóð í slagsmálum á pöbbum og stjórnaði kallgreinu algjörlega eins og hún vildi og hann var kallað á konan og hún var kallað á kallinn af þeim sem til þekktu. Og þetta finnst mér einmitt vera hegðun mann sem er mjög
ekki alveg viss með sitt kynferði eða kannski vill ekki að aðri viti það. En það hérna skemmtileg mynd af konusjónunum sem er lágmynd á brú í Hobart í Tasmaníu sem að sýnir annars vegar Jörund þannig fyrir miðju með koronuna og svo þannig að vinstra megin þessi eiginkona hans. En fyrir þá sem ekki þetta sögu Jörundar, af hverju hann með kórónu á þessari mynd? Hann var almennt kallaður konungurinn af Íslandi á meðan hann var í Tasmaníu. Hann hérna, sko þetta er alltaf maður sem að lifði alveg ótrúlega ævi, samtíma menn hann sumir sáðu að þetta var einhver merkilegasti maður sín samtíma miðað við sko hvað hann hefði upplifað. Hann fæðist inn í mjög virðulega millistétta fjölskyldu í Kaupmannahöfn. Það úrmagara fjölskylda, vinnur fyrir hofið, fyrir kongafjölskylduna meðal annars, en hann var féll ekki alveg inn í það samfélag, því að 14 ára gamall hann farin til sjós, borið breskt skip. Og þegar ég las þessa sögu aftur, svona með það í huga hvað hann gæti hafa verið samkynhneigður, þá fannst mér einmitt þarna gæti fjölskyldan einfaldlega hafa verið brúða á það ráð að koma þessum vandræða pilti svona afsíðs og kannski umhverfi sem að henta honum betur. Ég held að samkynnið hafi náttúrulega verið alltaf til, en ég held að hún hafi líka mjög oft verið þekkt og stunduð svona í kyrrþeim, sérstaklega meðal sjómanna. En það er svo aftur annar mál. En hérna, eftir það, þá hann bara til sjós næstu 10 árin og nær ótrúlega fram. Hann verður annar stýrimaður á herskipi sem að rauninu uppgötar eða staðfestir að Tasmaníu eyja og leggur grunn að Hobart, höfuðborg Tasmaníu. Hann verður skipstjóri á hvalveiðibát. Það 1 ár sem að menn halda hann af jafnvel verið í stunda sjórán. En 1806, 26 ára gamall, þá kemur hann heim til Danmörkur og orðinn víðfrægur maður. Fyrsti Danir til að sigla hringinn í kringum hnöttinn, hafði komið við í Tahiti meðal annars, fárra Evrópubúa á þeim tíma. Og mikið dáður og dásamaður, en hann var alltaf kallaður enski Daninn því hann hafði unnið allt sitt líf í enskum kaupskipum og talaði ensku jafnvel betur en dönsku á þeim tíma. Síðan þegar að Bretar gera innrás í Danmörku 1807 og byrja að bombardera Kaupmannahöfn í einhverjum fyrsta stríðsglæp nútímans, þá fara menn ásakandi að vera njósnari Breta og sárnaði það mjög og hann réð sig leið sem skipstjóri borð í herskip, danskt herskip, sigldi út á Norðursjó og fann breskt herskip og þessi 2 skip börðust hvort við annað með fallbyssum þess tíma klukkutími saman, lungan og deginum, þar til að skotfærin voru uppurinn. Og það slasaðist 1 maður í þessum átökum. Og Bretar sögðu aldrei hafa séð mann stunda sjóorrustu eins faglega eins og Jörundur gerði þarna. Að hann gerði allt sem að gat til þess að laska skipið sem hann geti tekið það, en að forðast að drepa nokkurn mann. En hann var hins vegar aldrei skotfæri við Bretana. Og svo kemur annað herskip aðvífandi og grípur hann og tekur hann fastan. Og þar með var þeirri sjóferð lokið. Hann kemur svo hingað í fylgd með Bretum eða enskum. Eitthvað í sögu hans hér sem að ýtir undir þínar svona grunum að hann hafi verið hommi? Já, það voru kveðlingar sem að Íslendingar skrifuðu hann. Það voru skrifuð ýmis kvæði og sem vel þekkt og rauninni segja mann ekkert í þessa veru, en það voru svona níðvísur sem að voru skrifar hann sem að eru torskildar, en ef maður horfir á það með þessum gleraugum þá má svo sem sjá skína þannig í gegn þessi skoðun að hann sé með einhvern kynferðislegum hætti einhvern veginn öðruvísi en aðrir. En svo líka sko þegar hann siglir til Ísland þá með í fylgd náttúrufræðingur William Hooker 15 árum eldri en Jörundur á þessum tíma. Jörundur hefur verið 26 ára gamall. Já, þetta mynd af William Hooker á yngri árum. Hann var ríkfullorðinn. Já, hann var merkur náttúrufræðingur en merkari var Joseph Banks sem
var svona kennari Hooker, hann var þá sem að fyrstu rannsakaði Tahiti og Joseph Banks kynntist Jörundi vegna þess að þeir höfðu báðir heimsótt Tahiti og það náðist svona einhver tengsl á milli og það í gegnum Banks sem að Jörundur kynnist Hooker. Hvort það þess vegna sem að Hooker kemur með til Íslands veit ég ekki, en hann kemur sem náttúrufræðingur, ferðast allt land og skrifar mjög skemmtilega dagbók dvöl sína hér, en í inngangi að dagbókinni þá segir hann að bókin sé raun skrifuð upp úr minni því að þegar að vera sendað á alla heim frá Íslandi til Bretlands þá lenti skipið í ægilegu svæðilförum og voru allir vissum að þetta væru þeirra síðustu dagar. Þar til að Jörundur tekur stjórn skipsins, hann er fanginn um borð, hann yfirtekur stjórn skipsins og bjargar þeim öllum aftur heim til Íslands. Og Hooker ekki nokkurn vafa um það að Jörundur hafi bjargað lífið þeirra alla. Og átti greinilega, hann leit á Jörund sem vin sinn, hvort það var eitthvað meira af hálfu Hookers veit ég ekki, en þessi dagbókan sem að skrifar eftir minni eftir allar þessu atburði merkilega því að hann ýjar að Jörundi í dæmisögum einhverja hunda sem að slást. En hann svo sem, kannski ekki aðalatriði, en það svo það samband sem að milli Jörundar og Hooker eftir að Jörundur kemur aftur til Bretlands og þar í fangelsi. Að Hooker standast að reyna að greiða við hann, svo Jörundur alltaf að kappast upp á honum. En enda með því að Hooker giftist og sleit samskiptum við Jörund. Jörundur var líka orðin óþolandi, hann var drikkfelldur og alltaf að skapa einhvern óstunda. En átti endalaust ítök í stjórnkerfinu, til dæmis hann dæmdur í útlegð, átti að senda hann til annarkvort Vesturheims eða Ástralíu í 7 ár, en hann glemdi að fara, hann var eitthvað upptekinn við að drekka brennivíni eða eitthvað og handtekinn og dæmdur sjálfkrafa til dauða. Það var sjálfkrafa refsing fyrir það að gleyma að fara í útlegð og situr í 3 ár í fangelsi, skrifar endalaust á bókum og svo að lokum bara sendur í útlegð og aftur einhverju menn bak við tjöldin að bjargunum. Og þetta þessi tvöfalda hlið á Jörundi, það þessi maður sem að greinilega margir virða mjög mikið og hefur gríðarlega mannkosti, en svo að hinu leitinu gert grína á honum. Þetta fífl, þetta dára sem að menn geta hlegið að og grínast með og spila með eins og þeim sýnist. Og það aftur fær mig til þess að halda að hans samtímamenn hafi þekkt hans kynferði. Menn voru ekki með þessa tvískiptingu eða fertugskiptingu sem í dag. Menn voru bara karlmenn og konur, flestir, ekki allir, og kynhegðun gat verið ýmiss konar. En að Jörundur hafi verið einn af þeim sem að var frekar fyrir eigið kyn. Og þetta hafum við bara vitað og ekki þótt neitt endilega sérstaklega merkilega, en engu síður verið veikleiki sem hægt var að nýta sér, veikleiki í augum annara og þannig hafði menn leyft sér að fara með hann eins og þeir hefði aldrei leyft sér að fara með alvöru karlmann, ef maður getur að vera þannig. Þetta svona mínar prívat. Þetta hringkenning. Ég sendi kenninguna þína á hana Særúnu, hún ætlar að skoða þetta, kannski verður hún í sambandi við þig. Það eins og heyri nú, það opið fyrir fréttaskot inn í þáttinn, Rauðaborðið. Ef þið hafið ykkur hugmyndir, það ekki að vera endilega homma í Íslandssögunni, heldur bara hvað sem þá endilega hafið þið samband. Brynjólfur, ég þakka að kærlega fyrir og líka hvet fólk til þess að lesa sér til Jörund, því að eins og Brynjólfur lýsir þá er þetta ævintýrlegur maður, ótrúlega skemmtileg persóna í þeim ævisögum sem hafa verið skrifaðar hann og svo það bara þannig að eins og hann hafi lifað 3, 4 ef ekki 5 ævir, þetta alveg stórkostleg ævi sem að maðurinn lifði. En við byrjum að heilsa öllum í Eþíópíu, Brynjólfur. Og ég ætla að fá að heyri í þér seinna vegna þess að við vorum að tala við hann Val í Úkraínu áðan og þar stríð, en það líka stríð í Eþíópíu og við fáum að ræða það við Brynjólf við annað tækifæri. En takk kærlega fyrir í kvöld. Já, sömuleiðis, takk.